Óli, þetta hafðist í dag, maður. Hvað er þetta að segja svona stutt þetta leik? Ég segir maður einhvern veginn eitthvað gáðulegt þetta leik, maður. Þetta var bara geggjað og bara þakka Haukum fyrir frábæra serju og bara frábært lið og frábæra þjálfarar þar og gera þetta helviti erfitt. Þetta var helviti klósið í dag. Þessi leikur í dag, þetta virðist vera svolítið að fara bara að fjara frá ykkur á tímabili. Já. En svo það, má ekki segja það sé svona ykkar identity, ykkar helsti styrkleiki, varnarleikur sem klárar þetta? Jó, eiginlega. Svo náttúrulega líka bara, mér fannst bara, við vorum ragar í byrjun. Við vorum eitthvað passívar og við vorum eitthvað að treysta bara á það að þetta myndi bara koma sjálfu sér. En svo loksins einhvern veginn þegar við sáum Kíanlendi í villuvandræðum og við áttum okkur á því að við þurftum að fara að gera þetta almennilega og fara að gera þetta meira sem lið. Það fór þetta smátt og smátt, við fórum að einbeita okkur að ná einu og einu stoppi og þá einhvern veginn bara duttum við í gang. Fyrir þig persónulega, þú tókst við liðinu fyrir tímabilið og ert búinn að vinna titil á fyrsta tímabili í efstu deild. Já. Hvernig svona lítur þetta út fyrir því sjálfa þig og hvernig líður þið með þetta ákvörð núna? Ég bara veit ekki, eins og ég sagði áðan sko, maður bara svona svífur á mann hérna. Þetta er svo geggjað eitthvað sko, þannig að fyrir mig er þetta bara frábært og ég meina aldrei tapað í úrslitakeppni sem þjálfari, ég meina er það ekki eitthvað met eða? Nei, þetta er svona. En þetta lið sem ert með, ég meina þetta var erfitt í dag, þetta var erfitt þessi úrslitakeppni en á endanum eru þið samt búin að vinna bara marga leiki í röð núna, þannig að langbesta lið landsins eða eitthvað? Já, ég meina við erum með frábæran hóp og ég meina jú, við erum langbesta lið á landinu, við erum búin að sýna það en þetta var alls ekkert gefins eða neitt þannig, þetta var, þú veist, stelpunni, ég er bara svo stoltur af stelpunni, það er búin að vera svo ógeðslega duglegir í gegnum þetta árslanga tímabil, þetta er búin að vera hrikalega erfitt og ég held að, sko, Gugga sagði við mig fyrir leik, sko, að það er ekki séns ég ætla að fara á æfingu hjá þér á morgun. Þannig að ég held að, þú veist, það var svona gaman spark í raskati, við verðum að klára þetta í kvöld, sko. En það er þetta lið sem er búið að búa til hérna og þú hefur hluta núna, það er í vandalega ekki að fara að stoppa núna? Nei, klárlega ekki, það er bara hærra.